og svo auðvitað alþjóðlega skuldbindingara og má ég byrja aftur. Það góða við þetta að þarna verður allt á einum stað. Við verðum að nýta okkur tæknina til þess að bæta þjónustuna. Við getum ekki bara haldið áfram eins og við höfum alltaf gert, heldur þurfum við að vera snjöll og finna nýjar lausnir. On the spot. Þetta eru yfirleitt drengir og ungi menn sem að þjást af þessari röskun og hún felst í því að þá langar til þess að fá stærri vöðva. Kostirnir við þessi nýju rúm að þau eru úr plasti, þannig að það er miklu auðveldur að þrífa þau heldur en eldri rúmin. Ertu að grínast í mér? Heimaspítalinn snýst það að sjúklingurinn er heima hjá sér en heilbrigðisstarfsfólki fer heim til sjúklingsins. Þessi breyting er bara mjög jákvæð fyrir okkar hóp sérstaklega. Það eru þarna öfl sem að dreifa falsupplýsingum um heilsu og heilsutengd málefni. Mikil umræða sem að fer fram svona í samfélaginu en er óreiðukennd. Heilsan okkar er fyrirlestraröð þar sem að við, þessar stofnanir, Háskóli Íslands og Landspítali viljum eiga samtal við samfélagið brýn heilsutengd málefni. Við erum að skoða verkjalífagjöf og á þess háttar. Vísindastarf á Landspítala, hver stefnu við? Það er eitthvað að breytast. Þið verðið að vera ákveðið afl í þessar umræðu. Við erum að innleiða nýtt ferli varðandi líffæragjafir á Íslandi. Þá er möguleiki að verða líffæragjafi eftir andlát þegar bara blóður á stöðvast. Það eru komnir páskar. Er ég að horfa hér? Með Teams og við var... Nei, Ási, ég get ekki við. Var hitt í lagi? Ég get ekki verið kjúl. Takk fyrir þetta, veita mér þessa nafnbót hér í dag. Lyfjafræðin heillaði og kannski ástæðan fyrir því að mér fannst fjölbreyttir möguleikar eftir að maður lýkur lyfjafræði námi. Ég byrjaði að nota Teams og finnst það mjög þægilegt og auðvelt. Það er gott og mikilvægt að vera bara með einn stað til að eiga samskipti það sem snýr að þjónustunni okkar. Öldrunargeðteymið var stofnað í byrjun apríl vegna bara mikillar eftirspurnar eftir þessari sérhæfingu. Þetta er áfangabjalla barna, þannig að veik börn sem nýta þjónustu á spítalanum fá að hringja þessari bjöllu við þau tilefni sem eru taldir vera áfangar í þeirra meðferðum óháð því hvaða sjúkdómar eða í hvaða vegferð þau eru. Þetta er 25. skipti sem við höldum þessa uppskeruhátíð vísindanna á spítalanum. Og bara til hamingju með daginn. Velkomin á ársfund Landspítala. Glæsileg ársskýrsla Landspítala. Við stöndum frammi fyrir stórum áskorunum í heilbrigðisþjónustunni eins og flestar aðrar þjóðir. Fjölgun verkefna, auknu álagi á starfsfólk, manneklu og vaxandi útgjöldum. Ferðabörum fjölgaði 2 milljónir. Mannauðurinn er dýrmætasti auður heilbrigðiskerfisins. Konur tóku fram úr körlum árið 2021. Ég held bara að við séum að gangi gegnum hraðari breytingar á mannaflanum á næstu 25 árum heldur við höfum séð á síðustu 25 árum. Allt tala álag alla daga geti mögulega verið að valda auknu álagi. Við vitum andskotan ekkert svo margt. 25 ári er alveg ótrúlega fljótt að líða þegar maður lítur sjálfur yfir farinn veg. Hver gætir betur upp á öryggi barnsins heldur en foreldrar? Ég vil bara þakka mínu samstarfsfólki innilega fyrir. Við á
Landspítala höfum núna endurhugsað hvernig við tökum á móti þolendum heimilisofbeldis og við gerum það með því að grípa í raun fyrr inn þannig að þegar að fólk leitar á heilbrigðisstofnanir landsins að þá sé skýr farvegur fyrir þjónustu. Landspítalinn að uppfæra verklag sitt til að taka á móti sjúklingum með blæðandi veiru og sótt að borð við ebólu eða aðra slíka sjúkdóma. Hvað það sem býr til sjúkdóm í manni? Þessi skýrsla ekki endapunktur. Hún upphafið á umræðu sem þarf að fara fram og vera mjög upplýst. Nú erum við búin að loka gamla vef Landspítala, landspítali.is og erum komin og búin að flytja allt efnið okkar inn á island.is. Við vorum að fá viðurkenningu frá Lífsbrú fyrir sjálfsvígsforvarnir í flokki liðseildar. Við erum að reyna að kynna starfsemi Landspítalans fyrir ungu kynslóðana. Aðgengið er mjög gott, auðvelt að rata, konar skýra merkingar og svo kemur fólki inn í þetta yndislega bjarta rými, góð vinnuaðstaða fyrir starfsfólki okkar, miklu betri heldur en var á Snorrabrautinni. Og við finnum það að við þurfum að taka ekstra vel. Þetta venst ótrúlega hratt. Við erum á Landakoti með rosalega stóran hóp af... Kannski blóðrósin hefur ekki stöðvast, en öll heilastarfsemi hefur hætt. Ok, já, við á Landakoti erum með mjög stóran hóp. Þann 8. nóvember 1895 þá fann Vilhelm Konrad Röntgen upp röntgengeislann og tók mynd af hönd konunnar sinnar. Þannig að í ár eru komin 130 ár síðan röntgengeislinn var fundinu upp. Við erum að halda bráðabæklan námskeið með fyrirtæki heitir Kastin. Það var svona spenna í loftinu vegna þess að þegar þú vinnur inn á spítala þá bara getur ekkert farið. Það var bara upplifun. Maður fylltist bara af stolti og gleði. Það var ekkert garð til að maður fengi að fara, skilur upp. Í dag fengum við starfsfólk að skoða nýbygginguna í fyrsta sinn. Framkvæmdi ganga bara vonum framar og alltaf áætlun. Við á Landspítalanum ákváðum að fara í að gera svokölluð endurhæfingarnámskeið fyrir okkar svona ófaglærða starfsfólk til þess að efla alla endurhæfingarmeðferð á spítalanum. Já, nú erum við á Landspítalanum byrjuð að gefa mótefni gegn RS-veirunni. 11,3% hjúkrunarfræðinga á Landspítala eru með erlent ríkisfang. Við erum að styðja þennan hóp og til þess að hjálpa þeim að aðlagast mjög vel og líka bara til að auka starfsánægju. Hvernig lítur húsið út? Er foreldrið mitt með rúm? Fer það í sturtu? Hvað fara það að borða? Og það er svo vont að því að þau ímyndir svo ofta versta. Og þannig að við hugsum að við getum gert svona örþætti þar sem að við getum svolítið leyft að sjá inn á geðdeildirnar og sjá inn í geðþjónustuna. Það er eitt óviðráðanlegt. Þetta bara geta allir. Hæ, komdu! Þessi deild horfi á sjúklinga sem hafa fengið slag sem eru í eldri aldurshópnum. Það er mikil öryggisatriði að sjúklingar og starfsfólk tali saman á tungumálum sem allir skilja, bæði til að koma upplýsingum til skila og við skiljum rétt það sem er verið að segja við okkur. Við erum að fara að hefja kennslustund í íslensku því að það er fjöldi erlendra starfsmanna hér á Landakoti sem bæði vinna sem hjúkrunarfræðingar og umönnunaraðilar og ekki allir hafa náð tökum á íslenskunni ennþá. Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands og Landspítali hafa ákveðið að halda sameiginlega vísindaráðstefnu á næsta ári í apríl 2026. Passa að hósta ekki á náungan, passa á, Núna erum við að horfa á það að við erum að fá slæman influensufaraldur og samhliða því skæðan nóróveiru faraldur. Þetta er hvort veggja slæmt því að við erum að sigla inn í viðkvæmt tímabil sem eru jólaveislur, hlaðborð og þess háttar.
Undir lok árs jafnan tilefni til að líta yfir farinn veg og sem fyrr hefur mikið annríki verið áberandi í starfsemi Landspítala. Ég óska ykkur öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.